FM. Það Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Mikið rétt, það hestasportið núna sem tekur við hérna í þættinum og já, það var náttúrulega keppt í 5-gangi í meistaradeildinni síðasta fimmtudag og já, það var Hulda Gústafsdóttir sem sigraði þar og öðru sæti var Guðmundur Friðrik Björgvinsson og ég einmitt komið með hann Guðmund Friðrik Björgvinsson á línuna. Heill og sæll félagi. Sælblessaður. Hvernig hefurðu það? Ég mjög góður. Já, herru, það nóg að snúast eða ekki hjá þér núna upp á síkastið, það náttúrulega vetradeildirnar í fullum gangi? Já, eftir svolítið byrjutími, jú, ég átti að gerast. Já, einmitt. Ert þú að gera mikið annað en að vera í meistaradeildinni? Jú, ég að reyka hennar stóru talningastöð og já, búin til sýtinu bara. Já, þannig að það eru þó nokkrir hestar í aðtölu sem eru hér og þar sem þú ert að hreyfa við? Já, það eru rúmlega 50 hestar á húsið og nógu í að horfa. Svo deildin tekur mikið tíma og enda, já, krefum við skemmtilega til. En, já, hvað eru margir hestar svona sem þú ert að tæmja núna sem eru að keppa í einhverjum deildum? Það nú ekki, já, ég veit ekki hvað að segja, sko. Ég að fara á æfingu á morgun með 4 hesta fyrir næstu grein sem ekki enga skeið og kappræðar á Selfossi næstu helgi og svo ég með hest í hesta í hverja grein alltaf 2 hestum. Já, nákvæmlega. Þannig að það nóg að snúast eins og maður Já, þetta krefandi og skemmtilegt og maður að vera gríðarlega vel hestaðar. Já, það já, vera svona einmitt að hafa þetta sem atvinnu. Þetta já, menn ekkert að slaka á eða nokkuð, kemur engin dauður tími hjá okkur? Ekki lengur, hlusti var alltaf okkar svona, já, dauður tími hjá okkur en það má segja hlusti því, jú, það á vissulítið dauður tími vegna þess að síðasta keppnin í byrjun september og svo byrjum ekki keppa fyrir í janúar, februar aftur. Þannig að hlusti svona róleri en þá bara verið að vinna með við í því að gera klárt fyrir veturinn og sumarið. Þannig að það mitt eins og maður segir, það ekki mikið slökun. Við erum ekkert konið í sumar eins og körubólta þegar það sumið. Nei, nákvæmlega, einmitt. Herðu, en já, 5-gangurinn fór fram núna í Samskipahöllinni. Hvernig, já, var svona stemningin þetta? Stemningin var gríðarlega góð og gott hús. Gaman að koma í þetta hús. Svo persónulega hefði heldur verið að halda 5-ganginn í Ölfushöllinni. Já, enda styttra að fara líka eða ekki? Styttra að fara, þetta svolítið mikið ferðara, þegar við erum að fara kannski 2-3 ár æfingar og svo kvöldið og það fyrir svolítið tími í þetta saman. Hvað þurfið mikinn tíma eins og í kringum hverju umfyrir meistardeild? Hvað þurfið að æfi eitthvað sérstaklega í höllinni sjálfur með hestana? Já, ég held ég hafa verið fyrir síðasta mót. Þannig að það 5 tíma rúntur. Ferð inn í bæinn, æfingin og svo heim aftur. Já. Það 15 tímar æfing á þeim stað. Náttúrulega pluss allt þennan heimaður. Já, þannig að þú þarft að svona skipuleggja það ansið vel. Já, það fer óþægilega mikið tími þetta en það það sem það gengur. Já, náttúrulega. Já, en þú ert í liði Hestvit, Árbakka og Svarthöfða og já, þið voruð í efstu 2 sætunum, þú og Hulda núna í 5-ganginum. Já. Og já, það má segja að þessi 5-gangskeppni, það fyrir keppnina þá vissi maður ekkert hvað maður er að fara að horfa á miðað við hvað voru margir líklegir. Ráskiptin var allt svakalegur. Það nú, ég sagði hérna daginn, já, á deginum, annarkvort verður þetta veikla eða verða hans 3-4 hestar sem að standa ykkur. Já. Sem var raunin. Það eins og bógin hafi sko bara, þegar ásluttin svona óbúðslegur, þá var eins og bógin verður spennt fyrir botni á svolítið mörgum. Já. Eins og var raunin sko. Já. En já, kannski aðeins ánum sjóði frá Kirkjubæ sem þú varst á. Já, ertu búin að vera mikið í kringum hann? Ég búin að vera með sjóð frá fjara ára. Þetta 50 veturinn. Já. Þannig að þið eru, já, orðnir ágætis mátar?
Já, við þekkjum hvern annan svolítið vel. Já. Skemmtilega vel, þetta er bara, maður er búin að vinna með þetta, 5 ár og upp á dag og þetta er að vera svona, maður besti vinnur bara. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er svona hestur sem maður vill ekki láta framhjá sig fara? Nei, það verður sagt við þann dag sem maður er ekki lengur í húsinu hjá mér. Já, nákvæmlega. En, svona, hvernig finnst þér meistaradeildin hafa farið af stað? Nú er keppnin ansi jöfn svona á toppnum bæði í liðakeppninni og í einstaklingskeppninni. Já, þetta er galopið ennþá. Deildin er bara rétt halvnuð. Já. En alveg galopin í báða enda. Það verður eftir að vera 3 liðastingar þess af. Við erum í 3. sæti Árbakkaleiðu og við erum svona hangið 2 mestu liðunum. En það svo eru svona greinar eftir sem að kannski eins og, gangmennan er búin að vera alveg hrikalega sterk í fjórgang, gæðingafimmi og sem eru svona þeirra sterkustu greinar svona fyrir svo. Já. Við vissum að við erum ósað sterkja 5-gang og væntum þess að geta verið sterk í skeiðgrunum. Já. Toppræðilega er að við sjá alveg óbóðslega velmannaði skeiðgrunum og tölt, þannig að þeir eru alla ásann upp í erminu þá, sko. Já, nákvæmlega. En, hvernig er svona, næsta keppni, er það í gæðingaskeiðu 150 metra skeiðu eða? Já. Já. Og það er bara laugardaginn næstkomandi. Er komið hreint hvar hún verður? Það verður á Selfossi. Það verður á Selfossi? Já. Fyrir aftan Bíkó. Já, ok. Já, þannig að þetta verður bara alveg viðmann. Hvetjum sem flesta koma og sjá það. Þannig að það verður gaman að fylgjast með því. Já, það verður mikið stuð og þetta er svona greinar sem getur farið allavega. Já. Engin dómari í kapprinum klukkan ræður og þar við þurfum að taka alla sensana. Það er bara allt eða ekkert í boði. Það þýr ekki að spila segni því. Nei, það hefur alltaf verið, svona fyrir, þetta eru svona kappreiðar eða ekki, hálfgerðar? Hvað segir þau fyrir ekki? Þetta eru hálfgerðar kappreiðar? Þetta eru bara kappreiðar, eins og kappreiðar, 150 skeið eru bara hreina kappreiðar. Og þú hleypir á skeið, og stökki, má hleypa á stökki alltaf 50 metrum og svo þarf það að koma nefnir skeið og svo er bara fyrstur í mark, starta út úr startbáknum og eins og segir, þarna getur allt gerst. Já, nákvæmlega. Og er þetta undir svolítið komið líka hvernig formið er á hestunum, þannig að það er ekkert vita alveg beint hvaða hestmenn koma með eða? Já, svona, við vitum svona hverjir eru með sterka hestakvöldið og pappir fyrir saman. Það getur komið óvænt til þegar við erum hérna. Já. Formið á hesti og knapa. Þetta er hans öðru svona mótbara lið í einhverja handbolta eða fótboltakefni. Já. Og þetta díla við erum hérna, álfisingja. Það er að láta hann poppa réttum tíma. Já. En þá kemur að spurningunum sem að, kannski ef ykkur er að fara að fylgjast með þessu fyrir skiptið. Gæðingaskeiðin, hvað snýst hún? Gæðingaskeiðin er svona með því teknikrein. Þú kemur ríðandi á 12 brokki af feti af, svo hefur 20 metra kapla sem þú hleypur á stökk. Það er átt að koma inn á flotta gangskiptingu af þessar gangtönd. Hefur á stökk auka hraða. Svo er dæmt niðurtakan og er nú öll aðkoman. Svo lætur að skeiða 100 metra og hefur svo 50 metra til að hægja á þér aftur niður á töltunum niður í fett. Já, þannig að þetta er hressileg tækni. Þetta er því að klukkan er mjög ráðandi faktor og 2 einhvern fyrir tíma. Þannig að þú þarft að vera með fínstillingar og mikla stjórn á þínum hesti. Þannig að þetta er, hressileg með tækni og undirbúningur fyrir þetta. Já, það er óbúslega stjórn að stemmist í hraða og orkun í hestinu. Og svona, held yfir ef maður horfir á stöðuna í dag bæði liðakeppni og einstaklingskeppninni þá geta næstuðin úrslitir ráðist núna helgina? Já, ég tel það mjög hægir. Ég held eftir helgina að verði svona kemur ekki óvart að verði komin nýrmaður í efsta seti. Og svona nöfn, það kemur ekki óvart þetta ræðst, ég held þetta ráðist þessu fyrir
í skeiðinu gegnum húsið eftir hálfmánu. Já, nákvæmlega. Þetta svo óbúslega þett. Ég hef þetta ráðist á síðustu grein. Það sem verður keppt í tölt og flugskeiði. Tölt og svo flugskeiði. Já. Þetta endað yfirleitt á grein, það að segja án dómara, það sem klukkan ræður. Og þá ekki að það á neina áhrif á það, það er bara rafræðan tímataka. Ég held að þetta ráðist ekki með það. En hefurðu náðu eitthvað að fylgjast með öðrum deildum heldur meistaradeildina þetta tímabil? Já, maður gerir ekkert annað en hugsa þetta. Já, ég hef búin að fylgjast með öðrum deildum. Já, og það eru náttúrulega nokkra deildir. Hvaða deild hefurðu svona helst fylgst með svona? Ég hef fylgst með Norðurland, deildinu fyrir Norðan. Já, þarna KS-deildin. KS-deildinni. Já. Við erum að horfa á hann alltaf, hérna æfitölunni og áhugamannadeildinni, við höfum fylgst aðeins með. Það er lokað kvöldi á heim, held ég að sé rétt frá núna í vikunni. Já, Og hvernig hefur þið fundið svona bæði, ef við byrjum á KS-deildinni, hvernig hefur þið fundið svona svo keppni fara fram? Hún er að eflast, verða sterkari og sterkari síðan með ár frá ári. Já. Það er mikið af góðum knöppum og kennararnar á hólum og mikið af krökkum sem er í skólanum. Gaman að sjá hvað þeir eru að stríða kennararnum mikið. Já. Hvernig, betur, nú mann ég ekki alveg, hann var hann að Þórarinn sem var efstur síðast yfir sig, veistu eitthvað? Þórarinn er ennþá efstur. Hann er ennþá efstur? Já. Þannig að hann er að sitja þarna á tóttnum kallinn? Já, en hún er ekki búin svo til. Það er slætt saman tölt og skeið eftir þar. Og skeiðið er bara það trikki, hún er það erfið grein. Já. Og þetta er það sem er gaman við þetta, fólk að vera svo opbúslega vel hesta. Það var eins og ég sagði á hann að vera með, helst fóast einhverja grein. Já, nákvæmlega. Þegar kannski er annar ekki eins hluplaður og þú heldur á þeim tímapunktum sem greinin fyrir fram. Þú þarft alltaf að vera með plan B eiginlega. Já, nákvæmlega. Og ég veit að Tóti misti skeiðistinn sinni í haust og síðast yfir sig var hann ekki komið nýjan hest. Nei. Þannig að það er alveg sótt að færa hjá nokkrum klubbum að narta í hann. Nákvæmlega. Einmitt, Guðmundur, við erum að þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Þú mætir það ekki sterkur til leiks á laugardaginn eða... Ég ætla að koma að kolvillur til leiks. Ertu ekki með eitthvað svona leinivopn eða þú gefur kannski ekkert upp? Ég er ekki búin að ákvæða gæðingarskeiðshestin en skeiðhesturinn hjá mig verður gómur frá Þórórstöðum. Já. Hestur sé nýbúin að eignast og vænti mikils af. Það verður gaman að fylgjast með. Bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir það. Já, við munum fara yfir helstu úrslit í meistaradeildinni og KS-deildinni og áhugamannadeildinni hér á eftir en næsti viðmælandi minn er Íslandsmeistarinn Daníel Freyr Jóhannsson í íshokkí sem varð Íslandsmeistari núna í fyrsta sinn. Farið ekki langt, við ætlum að heyra í honum núna innan skams. Þú varst að hlusta á fréttir úr hestasportinu í boði Toyota á Selfossi.